Birkir, hvernig er tilfinningin að vera komin heim og orðin Íslandsmeistari? Bara frábær, gerist ekki betur. Þetta hlýtur að vera ástæða fyrir að eina af þeim af hverju komst heim? Já, sjálfsög. Við tölum við að leið og ég talaði við Börk og félaga að við ætlum að vinna deildina og gera það núna á næsta ár vonandi. Hvernig var vikan að bíða eftir þessum leik? Það var svona auka fyrringur vikinn það. Ég vildi ekki stressaður eða eitthvað svona meira spenntur fyrir leiki en þessi vika var mjög lengi að líða og var svona stanslös fyrringur í maðunum. Var óþægilegt að vera að mæta liði sem var ekki ennþá búið að vinna leik í sumar? Já, við vissum alveg að þeir myndu koma inn og gefa ekki tóma eftir og viljum náttúrulega enda tímabil almennilega en svo fengum við marksnæm og hafa einhvern veginn fannst maður eins og við myndum klára þetta nokkuð örugglega. Ef við lítur aðeins yfir sumarið, hafið þið ennþá náð að spila ekki að besta bolta? Já, mér fannst vera svona seinnipartinn af tímabilið sem við spila mjög vel, skorum fullt af mörkum og spilið var mjög flott þannig að það var svona stigvaxandi allt tímabilið og bara frábært að sjá. Gæðilega séð þessi deild, hvað var eitthvað óvart? Já, kom sem óvart, það er fullt af góða liðum og ég held að bestu liðin, toppliðin sé ekkert langt á eftir liðið sem ég spilaði fyrir út allana. En Valur, hvar eru þeir staddir á svona Norðurlandaskala? Valur bara mjög, í deildunum út í Norðurlanda getum við verið bara held ég í fína máli sko. Og eitthvað langar að gera meira á næsta ári? Já, við viljum alltaf halda áfram að vinna og komast lengra í Evrópukeppni, það held ég að sé hljóta að vera markmið. Þú ert alltaf búin að vera úti mjög lengi og Valur breyst mikið og stækkað. Hvernig finnst þér svona umgjörinn vera hjá Val? Bara umgjörinn frábær, þetta gerist ekki betra held ég á íslenska mælikvarða og alltaf að vera betra og betra, þannig að þetta lítur vel út fyrir næsta ár.